Nýjar, fullbúnar og vandaðar þriggjaherbergja íbúðir í parhúsum á einni hæð með bílskýli og sólpalli í Garði í Suðurnesjabæ. Afhending í júlí 2022. Verða aðeins 45,9 milljónir. Sjáið þið fleiri eignir á söluskrá á eignasala.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín, skemmtilegur þáttur framundan. Við hittum grunnskólastelpur sem voru að kynna sér kvikmyndagerð undir heitinu Stelpur filma. Við skoðum líka eldra innslag frá snjókonginum á Keflavíkurflugvelli. Það á vel við núna þegar, veðurguðirnir eru ekki alltaf í stuði. Og svo heimsækjum við hérna nokkrar kisur í Njarðvíkum, Villikattafélag Suðurnesja eða Reykjanesbæjar. Og við ætlum að byrja þar. Í Reykjanesbæ er starfrækt athvarf fyrir villiketti og ketti sem fara á vergang. Nú eru þar á annan tug katta sem bíða þess að eignast varanlegt heimili eða komast á fósturheimili. Athvarf villikatta er rekið í sjálfboðavinnu og þar eru staðnar vaktir alla daga í umönnun dýranna. Flest höfum við heyrt talað villiketti en þeir eru komnir til að vera á Íslandi. Þeim hefur lítið verið sinnt fyrir utan einstaka dýravinni. Viðhorf yfirvalda til þeirra hefur yfirleitt verið neikvætt og leitt til ómannúðlegra útrýmingarherferða. Við bara erum í því að bjarga inn kisum og reynum svo að finna hvort þau eigi eiganda og ef það kemur ekkert út úr því þá komum við þeim á heimili, fara í geldingu og örmerkingu svona fyrst. Hvernig byrjaði þetta? Og hvenær? Sko, félagið var stofnað 2014, deildin hérna 2015, cirka. Ég byrjaði ekki fyrir 2017 svo sjálf og byrjaði nú mest bara í veiðum en einhvern veginn svona fórum alltaf meira og meira inn í þetta og endanum þá erum við bara komin all in og Segðu mér nú sem að hef lítið vit á svona sætum kisum. Hvernig er þetta að gerast? Eru þetta villikettir sem hafa verið skildir eftir eða getur útskýrt þetta fyrir okkur? Sko, við erum alveg með bæði villiketti og vergangsketti. Eiginlega meira vergangsköttum í dag heldur en villi. Og það eru kettir sem hafa annaðhvort verið skildnir eftir eða týnst, ómerktir, þannig að ekki fundist eigandi og Eru ekki langt flestir með kettina örmerkta? Það er að aukast en fólk mætti alveg vera miklu duglegra við það. Við allavega erum að fá rosalega mikið af bara gæfum köttum sem eru ekkert merktir. Sem gerir náttúrulega erfiðar að koma til skila. Já, við þurfum bara að treysta á samfélagsmiðla og það gengur misvel. Hvernig gerist það því að þið fáið inn eina kissu sem að þið voruð að finna eða einhver kemur með henni? Auglýsið þá viðkomandi með mynd eða eitthvað svoleiðis? Já, við setjum alltaf mynd og setjum það á Facebookið okkar, Instagram, reynum að deila þessu á svona kattasíður og svona, við gefum því 2 vikur alveg þannig. Annars förum við á pöntum tíma í geldingu og allan þann pakka. Þannig þið gerir það þá? Já, og bara, ef engin eigandi finnst þá fara þeir bara í heimilisleit hjá okkur. Það er engum lóað eða neitt hjá okkur. Þannig eru þið stundum með ketti hérna í langan tíma? Það er alveg allur gangur á því. Við höfum alveg, ef að kettirnir eru frekar villtir þegar þeir koma, þá hafa þeir alveg verið svolítinn tíma hérna. Bara þangað til þeir eru tilbúnir á heimili. En leið og kettirnir eru tilbúnir þá reynum við að auglýsa bara. Hvernig metið þið það, hvenær þeir eru tilbúnir? Bara þegar þeir eru farnir svona að vilja vera í kringum manninn og kannski þiggja klapp og svona. Þannig að villikettir sem að í rauninni fæðast úti af einhverjum ástæðum, þar sem að mamman hefur orðið viðskilja við sitt heimili eða verið skilin eftir eins og þú segir. Það er það sem við myndum segja hvað? Alvöru villikettir? Já,
kettlingarnir sem fæðast úti, það eru villikettir og já, hérna áður fyrr þá voru þeir bara geldir og hérna eyrnakliftur og sleppt. Í dag þá erum við svona, já, við reynum eins og við getum að manna þá og við erum með ótrúlega góða sjálfboðaliða sem eru bara snillingar í því, þannig að koma þeim inn á heimili. Já. Svolítið það að fólk sem langar í kisu leita til ykkar og fær kisu heim til sín? Já, það er alveg alltaf einhverjar umsóknir hjá okkur og þegar maður auglýsir þetta á netinu þá náttúrulega hrúast inn og getur þú sagt okkur eitthvað fjölda, hvað með marga kisur hérna inni og hvað svona, að koma nýjar inn á hverjum degi eða? Nei, ekki hverjum degi, en nú eru nokkrir nýfarnir á heimili en þá komu 4 nýjar inn í staðinn, þannig að þetta er svona rensli og ég veit ekki, við séum ekki með 15-16 ketti hérna akkurat núna. Segðu mér aðeins frá félaginu, þetta er sjálfboðaliða félag og þið eru búin að finna hérna eitthvað húsnæði inn í Nýjarvík og hvernig hefur þetta allt gerst? Heyrðu, það er bara yndislegir kallar sem eru með hérna þessi 2 hús hérna, þeir lánuðu okkur hérna þetta svæði og við bara fórum í að safna fyrir framkvæmdum og svona og gerðum þetta aðeins kósí og þannig að, já. Og var fólk sem var að fylgja ykkur á samfélagsmiðlum og hefur, annarkvæmt áhuga á þessu eða eru kisufólk að styrkja ykkur? Já, þetta er allt, þú sjálfboð að vinna og bara rekið á styrkjum frá kisuvinnum og það bara hefur gengið mjög vel. Já. Hvernig eru þið hérna að passa heimilið, ef við getum sagt svo, alla daga og alla sólarhringi kannski? Já, það eru vaktir hérna 3 á dag og já, fólk er alveg að stoppa í yfirleitt nokkra tíma í senn, þannig að já, það er hugsað vel þessi grei hérna. Og það er til fullt af fólki eins og þú sem hefur áhuga á því að gera það? Já, við erum alveg búin að vera mjög heppin með sjálfboðaliða og erum með góðan hóp núna. Eru þið í samvinnu við bæjaryfirvöld, kannski heilbrigðiseftirliti eða lögregluna eða eitthvað slíkt? Sko, heilbrigðiseftirliti hefur haft samband við okkur nokkur sinnum, þá eru þau með ketti sem þeir vilja við tökum. En já, svo erum við með samning við Reykjanesbæ og Suðurnesjabæ að kettirnir í rauninni eigi að vera okkar svona. En, já. Getur ímyndað þér hvað er til mikið af köttum á Suðurnesjum eða í Reykjanesbæ? Ekki hugmynd, það er mikið. Þannig er almennur áhugi hjá fólki svona, eða er svona mikill áhugi í samfélaginu fyrir kisum? Já, mér finnst það búið að aukast. Mér finnst rosa margir vilja ketti núna. Yfirleitt skiptist þetta alltaf svona, fólk er hundafólk eða kattafólk en já, mér finnst það mjög margir vera að sækjast eftir ketti núna. Sumir eiga bæði hund og kött? Jú. Hvernig, veistu það, gengur slík samvera ágætlega? Já, svona yfirleitt, Þú ert einn af þeim? Já, ég er einn af þeim, já. Hvað er það sem drífur mann áfram í þessu? Að vilja hafa kött og jafnvel fleiri og hund og fleiri gæludýr á heimilinu? Þetta er bara svo gefandi. Það er svona, veitir manni félagsskap og, já. Sumir hafa sagt að eldra fólk sem að vera kannski, missi maka sinn og annað, að þetta hjálpi þeim mikið, er það rétt? Já, algjörlega. Mér finnst eiginlega í rauninni að það ætti bara að vera kettirinn á öllum elliheimilum líka og það gefur fólki rosa mikið. Og eru þessi kettir allir svona þokkalega gæfir þó þeir séu mismiklir villikettir þegar þeir koma hérna inn? Já. Ertu að þjálfa það og eru þið að gera það á gæfa? Já, við erum svona að mannvenja ykkur hérna. Aðrir eru alveg tilbúnir og eru bara í heimilisleit. Hvað með, nú þarfst að gefa þeim að borða og svona, þannig að er það allt saman bara, fáið þið styrki frá kattavinnum? Já, bara kattavinnir eru búin að vera rosa duglegir að gefa okkur mat og ef okkur fer að vanta þá höfum við auglýst og það hefur bara gengið rosa vel að fá. Þannig að já, við treystum alveg á það. Þetta er nú ekki stórt hérna en þetta er nú samt nokkuð svona vinalegt athvarf hérna fyrir kettina. Já, er það ekki?
Við erum hérna með alveg 2 góð herbyggi. Annað svona meiri einangrun þegar kettir eru nýkomnir og hérna svona kettirnir sem eru lengra komnir og... Getur þú sagt okkur eitthvað dæmi þú veist, ertu með hérna, eins og þú myndir segja, villikött og hvernig... Villikött? Já, hvernig hann kom inn? Allir þessi sé ekki mesti villikötturinn hjá okkur. Það tók okkur 6 ára að ná þessari. Hún taka frá henni ansi marga kettlingi gegnum tíðina. Hún svona slær mann ef maður kemur hún nálægt, þannig að... Jafnvel ykkur? Já. Það svona einn og einn sem nær að lauma hendina á hana. En hún orðin svo gömul og svona við viljum ekki setja hann út. En líður ekkert illa hérna inni hjá okkur, þannig að... Þannig að villikettir úti við geta átt marga skellinga? Já. Þau eru jafnvel mörg ár úti? Já, það bara eins og þessi. Hún var alveg með 2-3 got á ári og kannski 7-8 kettlinga í hverju goti. Þannig að þú getur ímyndað þér yfir nokkra ára tímabil hvað þetta er fljótt að koma. Fáið þið stundum tilkynningar slíkt? Já. Fólk er alltaf að benda á að það eru villikettir þarna eða týndur köttur og við reynum að hoppa þá sem fyrst í málinn. Flestir villikettir eru félagsdýr og hópa sér saman á svæðum þar sem einhverja fæðu er að finna. Markmið sjálfboðaliðan á Suðurnesjum er að stuðla að því að koma þessum dýrum til hjálpar með skipulögðum aðgerðum. Þar vegur þyngst að ná dýrunum, gelda og framkvæma ófrjósemis aðgerðir. Að fanga, gelda og skilar mestum árangri í að fækka villiköttum og bæta velferð þeirra. Frá sætum kisum yfir í stelpur filma. Við hittum stelpur í Reykjanesbæ á kvikmyndagerðar námskeiði. Stelpur filma er valdeflandi námskeið á vegum RIF, alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík, sem hefur það að markmið að hvetja ungar stúlkur og kynsegin ungmenni í 8. og 9. bekk grunnskóla til kvikmyndagerðar. Á námskeiðinu fá þáttakendur tækifæri til að rækta innri sköpunargáfu, spegla sig í kvenkyns fyrirmyndum og læra undirstöðu atriðin í kvikmyndagerð, undir tryggri leiðsögn virtustu handritshöfunda og kvikmyndagerðar kvenna landsins. Margir samverkandi þættir gera það að verkum að stelpur eru ólíklegri til að prófa sig áfram í kvikmyndagerð og er námskeiðið mikilvægur þáttur í því að jafna út kynja hlutfallið í iðnaðinum. Frægur leynigestur mætti á námskeiðið í Reykjanesbæ, engin annar en leikstjórinn Baltasar Kormákur og ræddi hann við stelpurnar. Mér finnst frábært að sjá hvað hefur orðið mikil framför í þessum málum. Hvað er mikið að kvenfólki koma fram, bæði sem leikstjórar og framleiðendur og mikið ungu stúlkur sem er að stíga fyrstu sporin. Og þannig að bæði að skildu og ánægju þá hef ég tekið þátt í þessu þegar ég verið á landinu og farið svona hitt og spjalla við hópa af ungu stúlkum til þess að hvetja og bara taka þátt. Og þú vorst að fá, þó nokkuð spurningum hjá stelpunum hérna í Reykjanesbæ? Já, og áhugaverðar. Mér finnst það vera mjög áhugaverðar. Stundum hefur þetta snúist svona bara stjörnurnar og eitthvað, og hvernig hitta þennan og hinn, en þarna voru svona, mér finnst það vera að taka sig alvarlegra og mér finnst það gaman að heyra líka hugmyndina þeirra og fá að spjalla þeirra hugmyndi við þær og reyna að hvetja þær til þess að fara lengra með þetta. Hvað þarf ert þú með einhverja, töfralausn til þess að hvetja konur, unga konur til þess að feta þessa braut? Það er bara að hlusta á þær. Það þurfa að fá athygli og þegar það koma fram með eitthvað þá þurfa að fá athygli á það sem er að gera og þannig skapast síðan svona hringiða eitthvað sem verður til þess að þær komi meira og þetta fái athygli og það er bara eins og með alla. Ef það er hlustað á þig þá finnst þú að hafa eitthvað að segja. Og ég held að það sé kannski að mikilvægast að rödd er að fá að heyrast og þessi hlustað á hana og síðan vaksaður og dafna. Þannig, hvað getur þú sagt okkur þetta námskeið sem þið eruð með hérna? Þetta er í fyrsta skipti sem við förum út á land og kennum námskeið sem heitir Stelpufilma og gengur út á það að kenna stelpum grundvallaratriðin í kvikmyndagerð og sem enda þá á því að þær gera sína eigin stuttmynd og þessi hugmynd verður til fyrir nokkrum árum síðan, við erum búin að gera þetta í Reykjavík. Baltasar Kormákur á heilmikið í þessu af því að hann fór að tala kynjakvótann, þetta verið 2015 og þá var svona vakin athygli á því að það eru voða mikið karlar sem að gera myndir, skrifa handritin, segja meira, segjast í myndum, tala meira og svona.
Þannig að já, við viljum bara svolítið reyna að breyta þessu og erum búin að skipuleggja námskeið og fá svo fyrstaflokkskennara sem flestar eru kvenkyns, kvikmyndaleikstjórar og handritshöfundar, klipparar og alls konar flotta konur til þess að kenna stelpum á unglingsaldri að gera myndir. Við byrjum þetta í djóki. Við gerum þetta allt svona skólinu. Það verður bara milli okkar. Við gerum bara djókar með prinsessu og eitthvað. En núna er þetta svona bara að vera, þú veist, við vorum bara að djóka en svo þegar við fengum að vita að þetta væri bara að vera að sína þetta fyrir skóla, þá var ég bara nú er þetta svona ekki djók lengur. Bara að vita þetta núna, það verður ekki á skólanum. Ef við hefðum fengið að vita þetta fyrr, þá hefðum við örugglega gert þetta aðeins betur. Þetta er drottningin? Þetta er enda prinsessukóran, sko. Hún er prinsessa. Við hefum eftir að finna fyrir drottningun og konginn. Já, við þurfum að búa. Og hvað fjallar handritið í stuttu máli? Prinsessu í KFC. Prinsessu deyja. Og svo er kóngurinn eitthvað að drauma eitthvað og prinsinn í allt í kastanum í KFC. Nú er ekki að sjá að bíómyndir sé ekki með báðum kynjum eða öllum kynjum eins og sagt er. Hvað er þetta sem þú ert að kalla eftir þá? Er það meira fólki sem er að vinna við kvikmyndagerð og slík tengd mál? Já, ég held að það hafi verið hallað mjög á kvenfólk í leikstjórastól sem er oft sá sem er að segja söguna og það er þá perspektíf hvaðan er sagan sögð, hvað er sagan. Og það þarf ekki endilega að vera að kona gerir mynd konu, hún getur gert mynd kall, en þá er það hennar sjónarhorn á karlmennsku eða að vera karlmaður, alveg svo karlmenn höfum gert endalausar myndir konur. Þannig að það er ekki eins og við getum ekki fjallað hvert annað, en það er svo mikilvægt að við gerum það frá sjónarhornum beggja kynjanna. Og svo er bara, ég var til dæmis að vinna í Afríku núna síðasta sumar og það var bæði kynjajafnræði á setti og það var á allum litar, svartir og hvítir og eins og það kallaði litaðir í Afríku, það eru skipt. Ég hef eiginlega aldrei verið með betra crew. Ég held að eins og kallað diversity það er af hennu góða. Það er miklu sterkari og skemmtileg stemning sem myndast þegar er jafnræði bæði og fjölbreytileiki á settum. Þannig ég verð að segja að ég held að þetta sé, þetta er ekki bara að við eigum að gera þetta fyrir kvenfólki, þetta er líka fyrir kvikmyndagerðina. Hún mun vaxa og dafna og verður sterkari og fjölbreyttari og arðbærari á endanum. Hvað dreif ykkur á þetta námskeið? Bara að vera með eða eitthvað. Það var spennandi. Þið áhuga á þessu? Já, alveg ekki það sko. Og þið eru að fara að vinna mynd og undirbúningi og taka og leika og gera allt? Já, svolítið svo leiðis. Ég sýnist öll að þær hafi verið mjög áhuga saman. Þetta hefur gengið bara alveg stórkostlega og ég held þetta skiptir svo gríðarlega miklu máli, bara efla hugrekki hjá stelpunum og bara sanna fyrir þeim að þær geta svo sannarlega gert þetta líka sko og líka bara fyrir okkur að fá að heyra þeirra reynslu heim, hvað þetta er mikilvægt. Og bara eins og ég og stelpur og það er árshátíð, það er myndbandið í grunnskólanum og það er oftast strákarnir sem gera þetta er hápunktur ársins, þær eiga að vera með. Það þarf kannski bara að láta þær vita því að þær þurfa kannski að stíga fram. Bara algjörlega sko og bara eins og erindi sem Baltasar var með núna, menna þetta svoleiðis hreyfir við þeim, að bara sá það, þær bara lifnuðu við sko og þetta er svo æðislegt, þetta finnst mér gefa mínu starfið svo mikið gildi að fá einhvern veginn að taka þátt í þessu, bara alveg rosalega skemmtilegt sko. Í tilefni af vondu skapi veðurguðanna að undanförnu skulum við aðeins rifja upp eldra innslag úr Suðurnesja magasíni sem sýnir hvernig það er að halda flugbrautunum á Keflavíkurflugvelli opnum við erfiðar aðstæður. Það er alls ekki einfalt mál að halda Keflavíkurflugvelli opnum þegar úti blæs ekta íslenskt rok og vindhviður slá í 33 metra á sekúndu. Ekki bætur úr skák þegar vindurinn er ekki beint á brautarstefnu og hiti er við frostmark. Hilmar Bragi stóð vaktina með snjóruðningsmönnum á Keflavíkurflugvelli og ræddi við Sigurð Magnússon sem hefur starfsheitið Snjókóngur. Sess svolítið í hérna sko, það komið
stiga hitti og svona aðeins fara að festast í henni. Ég tek hana bara yfir sem byrjaði bara við leggjum á stað tilbaka. Já. Ræður hvort þú snúðu á endan, ég sé ekkert að sinna að fara kíló bjóra, sko. Þess að koma austurhæðin. Við þess að snúðu á endanum. Það bara varlega að fljúga allt á endanum. Já, við förum varlega. Keflavíkurflugvöllur sefur aldrei. Til þess að flugvélar geti lent eða tekið á loft frá flugvöllunum þarf að vinna mörg handtök á bakvið tjöldin. Suma daga er álagið meira. Það er alls ekki einfalt mál að halda flugvöllinum opnum þegar sterkir vindar blása og ofankoman er í föstu formi. Þegar fyrsta óveðurslægð ársins gekk yfir landið síðustu helgi var umferð flugvöllin með minnsta bóti. Hér má sjá flugvél taka á loft til austurs frá Keflavíkurflugvelli. Nei, hún sést bara alls ekki að taka á loft í hríðinni. Svona var ástandið. Já, flugvélar voru að koma og fara þegar versta veðrið gekk yfir og það kallaði á mikla vinnu við að hreinsa flugbrautir og tryggja örugg bremsuskilyrði. Það getur verið erfitt í mikilli úrkomu og hitastigi við frostmark. Já, þetta var svolítið leiðilegur dagur eins og tókst kannski eftir. Það var framan að var frost í jörðu og 0 gráður kannski eitthvað svoleiðis. 1 til 2 stigi hiti. Við erum náttúrulega með þessi samhengi sem voru á brautunum. Við erum með við skökum á brautunum á þessum tækjum með það kústurás og tönn og ísblað og ef það virkar ekki þá erum við með sand og við erum með vökva og ýmislegt fleira sem við reynum að hjálpa okkur til með. Í dag vorum við líka eiga við mikinn hliðavind þannig að þetta var svolítið erfitt. En þetta er bara svona, við bara sópum brautirnar upp og niður og bíðum eftir líka að veðrið hjálpa okkur og hitastigi fari upp og í dag gekk þetta bara mjög vel á lokum. Það fór að lína í brautum og það lentu alla vilna. Það fór reyndar einn til London aftur en það var líka þessum hliðavind að kenna, það var mjög mikill. Hvað er þetta mikið að tækjum og mannskap sem að standa á vaktina? Við erum 17 á vakt og það eru 6 dagmenn líka. Við höfum ekki verið svona 24-5 í dag og ég er með heilt gengi líka niður í flugstöð. Það eru 3 kústar þar og 4-5 payloaderar og þeir eru stanslaust þar og svo er ég með 6 kústa á brautum sem eru bara stanslaust að reyna að halda brautinni opinni og meðan það er erfitt að eiga við brautirnar þá erum við bara fastir þar. Svo koma akbrautir og flughlöð þar á eftir í forgangsröðinni. Í dag það var mjög stíf suðaustanátt og þið náttúrulega leggið þá áherslu bara á að halda einni braut opin. Já, það eru náttúrulega krossast brautirnar og við erum ekkert að reyna að opna 2 menn við getum ekki að opna eina. En í framhaldi af því að við náðum vestur-austurbrautinni góðri þá fórum við beint í norður-suðurbrautina og við vorum nú ekki nema kortin að opna hana líka. Þetta er mjög erfið vindátt. Þetta er svona svolítið þvert á báða brautir. Þetta er þvert á báða brautir og í raun og veru hefðu við getað nota hvora sem var í dag en þegar það er svona mikið hliðavindur þá eru bremsuskilyrðin, þá eru strangari skilyrði, þá viljum við fá betri bremsu heldur en þegar vindurinn er beint á brautina og það gerir okkur aðeins erfiðara en vik. Eruð þið ofta að fá svona veður eins og í dag, það sem er annars vegar hiti við frostmark. Það var kannski vandamálið að hitinni við jörð var bara eiginlega á núllinu. Já, það skemmti fyrir og hjólförin á brautinni eftir okkar tæki, við náttúrulega þjöppum snjóinn á okkar eigin tækjum og búum raun og verið til klaka sjálfir en ég hefði viljað meiri hita í brautunum til að byrja með en svo rættist úr því og þetta blessaðist allt fyrir rest. Er þetta aðstæður sem koma oft upp? Ekki svona mikill vindur, það er náttúrulega og mikil úrkoma líka með vindunum. Nei, það er ekkert á hverjum degi sem það er en við erum oft að díla við þessar 0 gráður sem eru alltaf eiginlega leiðilegar. En
það gerist samt sjaldan að þið þurfið að nota sand. Yfirleitt þetta bara, eða ekki, kústar og ísblöð sem að skrapa þetta en það þarf einstaka sinnum að grípa í sandinn svona sem að við þekkjum svona utan vallar. Sko það sem gerist náttúrulega stundum við svona aðstæður, þá virkar ekki neitt. Þá þarf þetta að fara að reyna eitthvað annað sem þú ert ekki vanur að gera. Við erum ekki vanir að sanda flugbrautir, við söndum akbrautir en við setjum sandinn á brautinu og vökva með því til þess að liggja í smástund á og reyna að mýkja upp ísinn sem á henni. Og svo koma kústarnir með ísblöðin og virbustana á eftir og rífið upp með sandinum. Við svona reynum bara að gera hvað sem við getum og svo náttúrulega sópuðu sandina af í framhaldi að því. Við viljum helst ekki hafa hann á þegar vélarnar eru að taka á loft eða sem sagt lenda. En það náttúrulega ekki bara flugbrautir, þið eru náttúrulega með gríðarleg flæmi sem þarf að hreinsa. Já, nú er hitinn komin í 5-6 gráður og þetta er orðið svona þægilegt og nú getum við fara að einbeita okkur að austurhlaðinu sem við erum á núna og svona bara tiltekt hér og þar og svona bara klára þetta. Nú er veðrið farið í hálfbókur og hitast í orðið 5-6 gráður og góður hiti í jörðu en ég sé alveg fram á þessum að vinna alveg til 8 í kvöld bara við að klára svæðin sem sitt á hakanum meðan við erum á brautunum og stæðunum. En getur vatnselgur eitthvað að trufla ykkur? Það er víða náttúrulega snjóruðningar og kannski erfitt fyrir leysingavatnið að komast í burtu. Já, það er svolítið stípla upp í flugstöð niðurföllin en það er ekkert mál fyrir flugvélar að keyra yfir þetta, menn þetta er ekki á flugbrautunum, þá er þetta allt í lagi. En svona flugþjónustu tæki, þau eru ekkert að lenda í vandræðum? Nei, þetta er nú bara svona bílar meira og minna, við höfum ekki fengið neinar, þeir eru fljótir að hringja ef það er eitthvað og það hefur ekkert verið kvartað við því. Þetta hefur allt gengið vel fyrir sig upp í flugstöð og hún var mikið betri í raun og veru heldur en flugbrautin og meiri hiti þar í jörðinni heldur en út á flugbraut. Leið og við þökkum fyrir áhorfið viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út vikulegt héraðsfréttablað sem kemur út á þriðjudagskvöldum á netinu og er dreift frítt öll Suðurnes í prenti á miðvikudegi. Við erum líka að skrifa fréttir alla daga á víkurfréttavefinn vf.is og golffréttir á kylfingur.is. Við þykjum góðar ábendingar í alla okkar miðla. Við þökkum fyrir okkur að sinni, sjáumst að vikuleiðinni. Verið sæl.